Sælir, góður áhorfendur og verið velkomin með okkur á Þórsvöllinn út í þorpi á Akureyri þar sem fer að hefjast leikur Þórs-KA og Breiðabliks í Pepsi-deild kvenna í knattspyrnu úrvalsdeildinni og hér geta Blikar tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í fyrsta sinn í 10 ár. Þurfa 1 stig til þess. Blikar eru í efsta sæti deildarinnar með 44 stig. Stjarnan í öðru sæti með 39 og síðan Þór-KA í þriðja sæti með 30 stig. Þannig að þau verða nú ekki auðsótt stigin hingað norður yfir heiðar fyrir Blikana. Blikar hefðu getað tryggt sér titilinn með sigri gegn Selfossi í síðustu umferð en Blikarnir gerðu jafntefli 1-1 þá og þurfa því að bíða enn að minnstakosti í 90 mínútur með að fagna Íslandsmeistaratitlinum eins og ég sagði áðan þeim fyrsta í áratug. Blikar sem eru sigurselasta lið Íslands í kvennaknattspyrnu. Blikar unnu síðast titilinn árið 2005 og hér gríðarlega fín stemming í stúkunni hjá Blikum. Það eru þeir sem að mæta hérna, það kalla sig Copacabana stuðningsmannaklúbburinn og þeir eru mættir hérna og það eru Blikar sem byrja leikinn í grænum treyjum og hvítum buxum að sjálfsögðu sínum litum á meðan lið Þórs-KA í hvítum treyjum og rauðum buxum og Blikaliðið þannig skipað að Sonja Lára Þráinsdóttir stendur í markinu, hefur aðeins fengið á sig 3 mörk í 16 leikjum í deildinni í sumar. En númer 2 Svavar Rós Guðjónsdóttir, 8 Málfríður Erna Sigurðardóttir, 9 Thelma Hjaltalín Þrastardóttir, 10 Jóna Kristín Hauksdóttir, 11 Fjóla Sjala, 14 Hallbera Guðný Gísladóttir, númer 22 Þórsarinn Rakel Hönnudóttir sem var nú í tvígang valinn íþróttamaður Þórs og einu sinni íþróttamaður Akureyrar ef ég maður rétt. Hún mætt hér með Blikum og fyrirliðið þeirra. 23 Fanndís Friðriksdóttir, markahæsti leikmaður deildarinnar og 28 Guðrún Arnardóttir og 29 Andrea Rán Snæfell Hauksdóttir og hér það Svavar Rós Guðjónsdóttir sem á sendingu fyrir markið en alla leið yfir á Hallberu sem hvað ætlar hún að gera? Kemur boltanum hérna áfram og missa hann en ná hann strax aftur og Hallbera reynir að finna þarna, tekst það þar að auki Thelmu Hjaltalín og Thelma leggur boltan tilbaka en leikmenn Þórs-KA komast á milli og þar í markinu Roxanne Kimberly Barker, númer 2 Gía Valgerður Harðardóttir, 3 Silvía Rán Sigurðardóttir og númer 4 Karen Nóadóttir fyrirliði. Númer 6 Keila June Grimsley, númer 7 Sandra María Jessen, 8 Lára Einarsdóttir, 9 Klara Lindberg, númer 17 Sara Miller, 20 Ágústa Kristinsdóttir og númer 21 Lilý Rut Hlynsdóttir og hér það leikmenn Þórs-KA sem setja boltan út af. Það Lilý Rut Hlynsdóttir sem gerir það og síðan innkastið en vel gert fín barátta þarna hjá leikmennum Þórs-KA koma boltanum frá en þetta líka snyrtilega gert. Fjóla Sjala á ferðinni og kemur boltanum út á kantinn á Svövu Rós. Svava tilbaka á Rakel fyrirlið og hún skiptir yfir þarna yfir á Guðrúnu Arnardóttur og hér Blikarnir og það Fanndís Friðriks komin með smá pláss með skotið en það laust. Skotið
hjá Fanndísi laust og beint á Roxanne í markinu. Og Roxanne neglir boltanum fram en undan vindinu, það nokkuð stíf sunnanátt hérna á Akureyri og svolítið stíf sunnanátt og ég held að langar sendingar fram undan vindinu verði mjög erfiðar. Það mun auðveldara að eiga við svoleiðis á móti vindi og hér það Lára Einarsdóttir sem tekur innkast fyrir Þór KA. Fær boltan aftur og stingur boltanum inn á teiginn en það eru Blikar sem koma boltanum frá og síðan þetta markspyrna frá marki Breiðabliks, Sonný Lára. Náttúrulega ótrúlegt að fá bara á sig 3 mörk í 16 leikjum í deildinni og þriðja marki kom í síðustu umferð. Fyrir áður en það fengu það mark á sig á móti Selfossi, þá höfðu Blikar ekki fengið á sig mark síðan í maí. Voru búin að spila 3 mánuði á þess að fá á sig mark. Og hér Rakel út á Fanndísi og Fanndís, nei, það ekki að stinga sér hérna og þá það Kayla June Grimsley með sendinguna út á kantinn og Sandra María Jessen. Hún fær aukaspyrnu. Þetta á hættulegum stað. Ekki síst í þessum vindi að með svona mikinn meðvind að þá getur þetta orðið alveg stórhættulegt að skrúa boltan inn í átt að markinu. Og það Kayla June sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu. Og já, í þessum vindi þá getur þetta orðið stórhættulegt. Þarf ekki að setja mikinn snúning á boltan og það kemur sendingin inn á teiginn en þær koma þessu frá Blikarnir. Það var, sýndist mér, Thelma Hjaltalín sem gerði það og síðan Sonný Lára tekur, rúlla boltanum út á Guðrúnu Arnardóttur. Guðrún tilbaka á Sonný og þá það Guðrún og löng sending hérna fram en það eru leikmenn Þórs KA sem ná boltanum þar og misjafn sending beint á Fanndísi og hún bara neglir boltanum í næsta andstæðing en Blikarnir halda boltanum og Guðrún og kemur boltanum á Rakel, fær hann aftur og loka svæðunum vel norðanstelpur en síðan þessi sending frá Fjólu Sjala hálfmisefnuð og þá koma Blikarnir og Andrea Rán, nær ekki að taka boltan með sér þarna og norðanstelpur með sendinguna fram, laglega gert. Sandra María Jessen en þetta boltinn fer þarna af Blika og út af og Þór KA á innkast. Það Lára Einarsdóttir sem tekur það. Og það Kayla með í bakinu Jónu Kristínu Hauksdóttur sem rosalega dugleg þarna í hlutverki varnartengiliðs og lokaði bara hreinlega á hana. Og þá það Sonný Lára með markspyrnuna. Ekki auðvelt að sparka langt upp í þessa stífu sunnanátt. Hér kemur sendingin og vel gert hjá Svöfurós, tekur boltan niður og síðan löng sending og Thelma Hjaltalín eldir og fær hornið. Roxanne kom þarna út úr markinu og var á undan, Thelma var hálsbreyta á undan í boltan, skaut honum í Roxanne og út af og Blikar eiga
eiga hornspyrnuna þá, fyrsta hornspyrna þeirra og það er Fandís með, nei, reyndar ekki Fandís heldur var það Hallbera Guðný sem tók hornið en vel gert hjá Roxanne Kimberly, kom það bara út og tók boltan og þá norðanstelpur sækja hérna upp kantinn, reyna að vera snöggar að koma sér fram en Blikarnir voru líka fljóta tilbaka og loka svæðunum vel og þær verjast gríðarlega vel sem heild Blikarnir. Það alveg ljóst að þú nærð ekki þessum árangri að fá þig 3 mörk í 16 leikjum án þess að allt liðið verjist vel og þær eru mjög vel skipulagðar. Og Sonny kemur boltanum fram, Fandís í baráttunni þarna en það er Sara Miller sem hefur betur og boltinn af Fandís og út af. Hallbera, ja, hún fær innkastið og finnur Telmu og síðan Andrea Rán, nei, nær ekki að koma boltan á samherja en Jóna Kristín skallar hana fram og síðan kemur Svava Rós vinnur boltan fyrir Blika og kemur hún tilbaka bara á Guðrúnu Arnar og hún rúllar honum tilbaka á Sonju Láru. Heimavöllur Breiðablik syngja þeir hér, Blikarnir í stúkunni og já, það mætti nú halda að þetta væri heimavöllur þeirra, það heyri svo mikið í þeim. Þetta er fínt, gaman fyrir stelpurnar að fá svona öfluga stuðningsmannasveit með sér og hér er það Keila, June leikur tilbaka og síðan löng sending fram kantinn en þetta er of erfitt og Sandra María nær ekki að halda boltanum inn á. Heldur fyrir hann út af og það er innkast sem Blikarnir eiga. Nei, ekki gekk þetta hjá Fjólu og nú er það Þórsar sem eiga innkastið og Svava dugleg tilbaka, vinnur boltan og Fjóla inn á Guðrúnu Arnar og hún með langa sendingu fram og Fandís vinnur boltan að harðfylgi og fær ekki aukaspyrnu. Ég held að Þorvaldur Árnason dómari myndi flauta á þetta en hann ákvað að gera það ekki og hér koma Þórsarar en já, ég kallaði Þórsara Þór Káa norðanstelpur og mikill uppgangur í kvennaknattspyrnu hérna fyrir norðan. Annar flokkur Þórs Káa mjög sterkur og það er engin skortur á ungum og efnilegum stelpum hérna en hér er Guðrún Arnardóttir vinnur boltan fyrir Blika og þá Fjóla með sendingunum fram á Svövu og Telma í baráttunni en Karen Nóadóttir tók þarna aðeins á henni, steig á hana eða eitthvað og já, biðst nú reyndar afsökunar núna en hann kipir aðeins í kynið. Það er pappina Nói Björns, það er nokkri sem muna eftir viðskiptum við hann í gegnum tíðina og spilaði með gullaldaliði Þórs á sínum tíma. Hér er Fjóla, hún kemur boltanum út af og Blikar eiga, Þór Káa á innkastið. Það er Lára Einars kastar inn og ágætis tilraun þarna en boltinn af varnarmanni og aftur fyrir. Það var Klara Lindberg sem sneri þarna og átti þetta skot í varnarmann og út af og
sem fer síðan, nei, Klara inn í teignum. Þetta líklega Lára Einars sem ætlar að taka hornið. Neglir boltanum bara lágt fyrir markið, fær hann aftur. Þá lyftur hún og þetta skalli að svona í áttamarkinu en vel framhjá. Já. Þarna var Ágústa Kristínsdóttir miðvörður komin fram og skallaði boltan vel framhjá. Og hér koma heimastelpur með reyna stungusendingu þarna inn fyrir, gengur ekki upp en þá Karen, nei það er Keila og hún lendir hérna í ógöngum og Telma í baráttunni og Andrea Rán reynir að stinga boltanum upp kantinn en gengur ekki að finna Svövu þarna. Fín varnarvinna hjá Þórkáa og hér það Fjolla í baráttunni, fær innkastið og kastar inn á Guðrúnu Arnar. Brotið á Andreu Rán. Þannig að Blikarnir eiga aukaspyrnu og geta fært sig núna framar. Leikmenn Þórs-K mjög grimmar og ákveðnar hérna og gefa ekkert eftir. Þetta því skildu að gera það. Kortið liðið af leiknum og það eru norðanstelpur sem koma hér. Keila og með fína sendingu út á kantinn og Sandra María í baráttunni en boltinn út af og það er Þór-K sem á innkastið. Hver? Já, takk. Fáum hér bara tilþrif og sæmilegt færi og hotspinna. Það er Sonny Lára setur varðið þarna. Varða henda sér og slá boltan aftur fyrir. En þetta var glæsilegt innkast og sýnist að það verið Sara Miller sem tók það. Hér kemur hornið og Sonny, ákveðin, kemur hann út og grípur boltan. Þessi stelpa hlýtur að fara að stimpla sig inn í landsliðið. 3 mörk komin á sig, búin að fá á sig í allt sumar í deildinni. Og þetta var vel gert hjá Söru Miller, fær boltan aftur og sendingin ekki nógu góð og Guðrún kemur boltanum yfir á aukaspyrna sem Blikar eiga. Hallbera tekur aukaspyrnuna og lyftir boltanum hátt upp í vindinn. Sjáum hvað vindurinn hefur mikil áhrif á þetta og síðan Svava í baráttunni en kemst ekki fram hjá Láru Einarsdóttur og en Blikar strax búin að vinna boltan aftur. Og þetta er snyrtilega gert. Andrea Rán hætti við að elta en síðan kemur Roxanne út úr markinu og grípur boltan. Já. Það er 17. og næst síðasta umferðin sem er leikinn núna í kvöld og það er sem sé núna á sama tíma mætast IBF og Valur og síðan er klukkan, þetta er allt á sama tíma reyndar. IBF Valur, Þróttur og Stjarnan, KR og Selfoss og Afturelding og Fylkir. Þetta eru leikirnir núna í dag
og Blikar með 1 stigi geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn hér með 1 stigi hvort það þurfi ekki að vinna leikinn því að þær þurfa að vinna leikinn til þess að tryggja sér titilinn. Þær eru með 44 stig, Stjarnan með 39, það munar sem sé 5 stigum á liðunum og það eru 6 stig í pottinum. En hins vegar markamunurinn það mikill. Breiðablik með 43 mörk í plús, Stjarnan með 33, það munar 10 mörkum. Þannig að ef Blikarnir ná stigi hér og Stjarnan vinnur sinn leik, þá munar 3 stigum á liðunum fyrir loka umferðina og með þennan markamuna þá ættu nú Blikarnir að vera ágætlega settir til þess að verða meistarar. En sjá nú til hvað setur. Blikarnir eiga síðan í síðustu umferðinni IBVF, þannig að það svolítið erfiður leikur. Aftur á móti Stjarnan sem spila núna við botnlið Þróttar í dag, að Stjarnan á aftureldingu í lokaumferðinni. Þannig að svona bendur nú margt til að Stjarnan ná í 60 úr síðustu 2 umferðunum, en hér Rakel, segi ég, Thelma Hjaltalín komið þarna í ágætis skotfæri en þetta fór himinhátt yfir. En það getur verið svolítið erfitt að halda boltan niðri í svona mótvindi. Og Roxanne með mannspyrnu, neglið þessu framvöllin. Það talsverður munur að sparka út undanvindi heldur en á móti hér í dag. Og Thelma og Andrea Rán. Andrea reyna að finna Thelmu aftur, gengur ekki. Ágætis vörn og síðan löngsending fram á Söndru Jensen og hún kemur boltanum á Láru Einarsdóttur sem var í framhjáhlaupinu, en Fjolla Sjala kemur boltanum út af og þá Lára. Nei, þetta erfitt, svona þröngt spil, en Þór Káa á innkastið. Og ágætist til raunanna hjá þeim, en Svafa vinnur innkastið fyrir Blika. Svafa rosalega drjúgur leikmaður og mjög fljót á hægri kantinum, en líka bara mikil barátta og dugnaður í henni. Og Fjolla, hún bara þokast hér fram kantinn með hvert innkasti á fætur öðru. Þangað til núna að hún hendi bara út af og það Þór Káa sem fær þá innkast og boltinn af Keilu June útfað. Þannig að aftur eiga Blikar innkast. Rakel skalla boltan hann áfram og síðan Jóna Kristín. Jóna reyna að koma boltanum yfir á Fandísi, það gengur ekki. Og ára Karen Nóa snýr en lendir þar í ógöngum. Og Rakel með sendinguna upp kantinn og boltinn út af. Svava Rós náði ekki til boltans, munaði ekki miklu. Og þá það aukaspyrna á Blika. Lilý Rut Hlynsdóttir. Fín sending hjá, en þetta undan svona stífum vindi þá ganga svona sendingar ekki. Ef það eru ekki nákvæmlega beint á leikmann, þú eltir þetta ekkert uppi þegar vindurinn
bara tekur í boltan. Og þetta aftur á móti munu auðveldara svona á móti vindinum. Stöðvar boltan og Svava, ja, fær ekki neitt. Heldur boltin ennþá inn á og fín barátta þarna hjá Lilý Rut, vann boltan og þá það Guðrún Arnardóttir. Kemur boltanum fram á Telmu. Telma lendir í vandræðum. Aftur það Lilý Rut. Hún hörku tæklari stelpan. Og þá það Þór Káa sem kemur fram völlinn. Sandra María með sendingunni inn á teiginn og þetta stórhættulegt. Já, hérna. Þarna muni það líklega að fengi 4. marki á sig í sumar. Því að Málfríður Erna ákvað að láta boltan fara bara og Sonny Lára þurfti að henda sig niður til að slá þetta framhjá. Þetta var stórhættulegt og vel gert hjá Sonny. Áttaði sig á því, var fljót að sjá hvað Málfríður gerði þarna og þetta hefði auðveldlega geta skilað sér í marki. Það hornið og inn á næstöngin og þetta mark! Þór Káa komið yfir og skulum sjá hver var það sem stóð inn á teiginn. Það líklega Lilý Rut Hlynsdóttir. Pabbi hennar var nú mikill markarókur fyrir Þórsara, Hlynur Birgisson, og þetta Lilý Rut Hlynsdóttir sem skorar hér. Kemur Þór Káa yfir. Það var Kayla June Grimsley sem kom boltanum í 8 markinu eftir hornið og síðan Lilý Rut sem var þarna bara á markteignum og kom honum fram hjá Sonny Láru og Líkar sem mistuðu sig í síðasta leik gegn Selfyssingum þegar þær höfðu tækifæri til að tryggja sér titilinn. Að hér þær komnar undir og ekki veit ég almennilega hvernig þeim líður núna. Það hætt við því að taugarnar fari aðeins að gera vart við sig núna. Voru í algjöru kjörstöðu fyrir síðustu umferð. Þurftu þá 1 sigur í 3 leikjum til þess að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn. Langþráða en náðu ekki þeim sigri gegn Selfyssingum og eru komnar undir hér gegn Þór Káa. Og nú þurfa þeir bara fyrst og fremst að róa sig aðeins og að spila sinn leik. Guðrún Arnardóttir kemur hér út úr vörninni með boltan og það eru Þór Káa sem kemur boltan frá. Kayla June í baráttunni, hefur betur og kemur boltanum á Silvíu Rán Sigurðardóttur og hún með boltan fram og sjá hvað koma boltanum fyrir það en ekki nógu vel og þarna var Jóna Kristín Hauksdóttir mætt til að hreinsa upp en Þór Káa nær boltanum strax aftur og sendingi fyrir markið. Sonny Lára missir af boltanum og hann rétt bara lekur fram hjá fjærstönginni. Þarna sluppu Blikar með skrekkinn. Já, hérna. Það getur verið komnar í 2-0 Norðanstelpur. Og þetta var Klara Lindberg sem var þarna í baráttu við Sonny Láru
báða mistu af boltanum og hann bara rétt fór fram hjá fjærstönginni. Nú Þorsteinn Halldórsson, þjálfari Blika, kominn út að hliðarlínu og líst ekki á Blikuna, sýnist mér, og hér kemur Sonny Lára út úr markinu og þá Hallbera Guðný með misheppnaða sendingu og mér sýnist þetta mark hafa haft svolítil áhrif á sjálfstraustið á Blikum og sömuleiðis hjá Norðanstelpum. Þarna var Kayla June Grímsley vann boltan og þær eru að vinna baráttuna núna miðjuna í bili allavega, Norðanstelpur, en Hallbera með misheppnaða sendingu og þá Lilý Rut, markaskorarinn, kemur með sendinguna fram en Sandra María Jessen nær ekki að taka boltan niður. Það gerir hins vegar Lára Einarsdóttir, reyna að finna Söndru en það gengur ekki hjá henni og þá Guðrún Arnardóttir með sendinguna fram en það er engin Bliki þarna og þetta er snyrtilega gert hjá Klöru Lindberg og síðan bara skotreind af löngufæri. Þetta er sjálfsagt í þessu meðvundi en vel yfir og staðan hér þegar klukkan er að slá í 30 mínútur, hálftími liðinn af leiknum, 1-0 fyrir Þór Káa og ekki alveg það sem Blikarnir lögðu upp með hér. Og Sonny Lára rúla boltanum hérna út og skulum sjá hvort við sjáum hvernig staðan er í öðrum leikjum en hér er Sonny Lára rúla boltanum hér í leik og Andrea Rán í baráttunni, nær að skýla boltanum vel, gerir þetta býsna vel með Karen Nóadóttur í bakinu og hér er Fandís Friðriks. Fandís skiptir hér yfir á Svövu Rós. Svava, missir boltan frá sér og fín barátta en sendingin fyrir hér hjá Þór Káa og boltinn bara beint á Sonny Láru. Sonny kemur honum á Guðrúnu Arnar. Guðrún tilbaka á Sonny. Þá Málfríður Erna og Fandís komin hér og sprett upp kantinn en þetta er vel gert hérna í vörninni hjá Þór Káa og boltinn síðan af Málfríði Ernu og út af og það er Þór Káa sem á innkastið. Boltinn af Blika og út af, það er Andrea Rán sem sett hann út af eða hvað, nei, þetta er Rakel Hönnu, fyrrverandi leikmaður Þórs Káa en hér er það Hallbera Guðný og reynir nú að komast, Fandís fær boltan, kemst á skrið og með sendinguna á Telmu. Telma nær að snúa, vel gert hjá henni og Telma með, nei, reyndi að koma boltanum þarna aftur á Fandísi en sendingin allt of föst og allt of innarlega og Roxanne markvörður Þórs Káa neglir boltanum fram undan vindinum, þetta er inn á miðjan vallarhelming Blika og er það Kayla June brotið á henni og aukaspyrna dæmd. Jóna Kristín Hauksdóttir sáum það að taka hana niður.
Jóhanna Kristín hjálpar vörninni alveg rosalega mikið hjá Blikum og stór og sterk og lætur finna fyrir sér. En það Keila sem tekur aukaspyrnuna, setur boltan inn á teiginn og þetta horn, örugglega, jú, boltinn af Blika og aftur fyrir, eða hvað? Nei, mér sýndist nú línudómarinn eða aðstoðardómarinn vera sammála mér, en Sonný Lára, hún ætlar að taka hér markspyrnu, en hvað já, það eitthvað verið að rífast hér og það Unnar Þór Garðarsson, þjálfari, eða aðstoðarþjálfari Þórs KA sem var eitthvað að tjá sig þarna og Þorvaldur Árnason, dómari, fór að spjalla aðeins við hann. Það var að Svafa. Hvert ætlar hún? Aðeins inn á völlinn og já, má ekki við mörgum, en þetta var fínn sprettur og Fjóla tekur innkastið og Rakel yfir á Svöfu og Svafa, nei, hún fær ekki innkastið. Já, þessar Fjóla, hún skallar út af, bara annað innkast sem Þór KA á og Lára Einars kastar inn. Vel gert hér hjá, já, snyrtilega gert hjá Klöru Lindberg og síðan var það Sandra María sem reyndi sendinguna inn á teiginn, gekk ekki, en þá var Keila June. Keila með sendinguna upp í hornið og Sandra María, nei, þetta svo erfitt undan svona miklum vindi. Boltinn, hann hægir ekkert á sér, hann bara eykur ferðina og ef þú stoppar hann ekki í fyrstu þá færið ekkert annan séns. En Sonný Lára með markspyrnuna. Hér kemur Rakel með sendinguna í 8 vítateignum, en það verður að segjast eins og að sóknarleikurinn hjá Blikum mjög máttlítill og vantar fá fleiri leikmenn með fram. Þeir eru svolítið passívar. Hallbera, vel gert hjá henni og Van Dís, nú fær hún pínu pláss hérna á kantinu, hvert ætlar hún? Van Dís upp að endamörkum með sendinguna fyrir markið, en Roxanne kemur út og grípur boltan örugglega. Sendingin of innarlega, en samt, þetta skárri en síðustu mínútur hjá Blikunum. Eitthvað að gerast allavega í sóknarleiknum og hér Sandra María, tekur boltan laglega niður og Keila, nei, nær ekki boltanum, það Fjóla sem gerir það og síðan Rakel, en Silvía Rán Sigurðardóttir hann á fullri ferð fyrir Þór KA og þetta markspyrna. Já, Málfríður Erna fylgdi boltan hana út af og Sonný Lára með markspyrnuna. Hún búin að taka það nokkrar upp í vindinn og þetta var vel sparkað hjá henni alveg frá miðju, en Þór KA, það eru fljóta norðanstelpur að vinna boltan aftur með sendinguna inn á teiginn. Sonný Lára kemur þessu í leik og það gengur bara bölvanlega hjá Blikum að ná einhverjum tökum á miðjunni, þar sem Þór KA hefur bara einfaldlega betur. En hér Lára Einars með innkastið og Rakel skalla boltan fyrir sjálfa sig og Van Dís, nei,
ná ekkert að halda boltan niðri eða ná upp einhverju spili og hér kemur Þór Káa, nei, það eru blikarnir sem snúa vörn í sókn og þetta aukaspyrna. Jájá, stuðningsmenn Blika láta allavega ekki á sig finna neitt bilbu og hér Andrea Rán. Vel gert hjá henni, snirtilega gert og hvert ætlar hún í skotið og beint á Roxanne. Frábær tilþrif hjá Andreu Rán Snæfeld Hauksdóttur. Þetta langt og mikið nafn og enda stóru stæðileg stelpa og þetta gerði hún vel. Bara lék þarna eiginlega í gegnum vörn Þórs Káa en skotið því miður beint á Roxanne en samt einn bestu tilþrifin hjá Blikum það sem hafi leiks og þetta kannski færi þeim smá tiltrú svona það sem Dani myndi segja blue på 10 og hvar endar þessi, þetta hörkubarátta. Lilja Rut Hlynsdóttir nautsterk hérna og það mikil breyting sem hefur orðið á henni síðastliðin 2 ár eða svo var ljóst að hún væri efnileg en nú er hún orðin svo miklu sterkari, líkamlega sterkari heldur en hún var fyrir svona, já eins og ég segi, cirka 2 árum og það er orðið mun erfiðar að kljást við hana og þessi sending aðeins og föst og Blikarnir eiga mannspyrnu. 5 mínútur eftir af fyrri hálfleik samkvæmt vallaklukkunni og staðan 1-0 fyrir Þór Káa. Lilja Rut Hlynsdóttir með markið á 25. mínútu eftir hornspyrnu. Og hér það Sandra María. Já, með fína sendingu fram á Klöru Lindberg og hún út á kantinn og síðan Rakel Hönnu mætti hana til að sópa upp og kemur boltanum út á kantinn. Fanndís hefur ekki náð sér á strik frekar en í síðasta leik. Hún var ákaflega pirruð í leiknum á Selfossi og gekk fátt upp hjá henni þar og hér, já, er hún svona einhvern veginn ekki alveg upp á sitt besta. Hérna Keila kemur boltanum á Samherja, fær hann aftur og leitar á skotfærinu, nær því ekki, þá eru Gíja Valgerður Haraldóttir, Gíja með sendinguna inn á teiginn en þarna vantaði bara leikmann Þórs Káa, nóg var plássið og þetta er vel gert hjá Telmu, flottur snúningur og dæmt aukaspyrna. Já, kraftur í Telmu. Já, Andrea Rán og Rakel yfir á Fanndísi og Fanndís reynir að snúa hérna af sér mótherja og þá Svafa með misheppnaða sendingu beint í fangið á Roxanne. Já. Roxanne sparkar fram. Rángstaða dæmt á Söndru Maríu Jensen. Guðrún Arnardóttir með aukaspyrnuna kemur boltanum á Jónu Kristínu og þá Málfríður Erna út á Hallberu. Hallbera setur undir sig hausinn bara á uppkantinn og kemur boltanum inn á teiginn, já, og Rakel reynir að snúa þar, gengur ekki og síðan koma norðanstelpur með boltan út úr vörninni en missa hann út af. Fjóla, hvert ætla Fjóla með innkastið, alla leið þangað, já, og Keila neglir þessu fram
En já, þær vinna síðan boltan, hirða hann bara af Jónu Kristínu, en hún er heppin, það eru félagarnir sem sópa upp eftir hann að Málfríður Erna neglir boltanum fram. Og árað Hallbera ætlar, já, alveg upp að endamörkum núna með sendinguna fyrir markið. Vel gert hjá henni yfir á fjarstöngina, en Svava missir boltan aftur fyrir. Þannig hjálpaði vindurinn aðeins til, sendingin var mjög óþægileg fyrir Roxanne, markvörð Þórs KA, en Svava náði ekki að gera sér matur þessu á fjárstönginni. Bandís kom inn á miðuna, en já, kemur boltanum fram og fær hann aftur hérna. Þetta er hörku barátta og Lilý Rut Hlynsdóttir stórleik hérna í vörninni, gríðarlega sterkt stoppa þessa sendingu og já, kemur lögsending fram, Fjolla í baráttu við Söndru Maríu. Sandra nær að koma boltanum þarna framkantinn, þá Guðrún Arnardóttir, síðasta mínútan í fyrirhálfleikurunninu og Keila hirðir boltan af Jónu Kristínu. Þetta er í annað sinn á stuttum tíma sem Jóna Kristín missir boltan þarna inn á eigin vallarhelmingi og þetta er innkast eða hornspyrna, horn var það. Boltinn lenti á hornfánanum og þetta er hornspyrna. Káa að bæta við öðru marki hér á loka sekundum fyrir hálfleiks. Það er ekki mikið meir en bara hornið. Hér kemur það yfir á fjarstöng og skalla fyrir marki aftur og boltinn í stöngina og Blikar koma boltanum frá. Boltinn lag í stöngina hreinlega og það er önnur hornspyrna. Já, hérna, það er lífa hættulega núna Blikarnir. Kemur sendingin en aftur fyrir og hér flautar Þorvaldur Árnason dómari til loka fyrir hálfleiks. Staðan 1-0 fyrir Þór KA. Lilý Rut Hlynsdóttir með markið rétt upp úr miðjum fyrir hálfleiknum á 25. mínútu kom það mark og eftir hornspyrnu og síðan lenti boltinn núna eftir aðra hornspyrnu í stönginni hjá Blikum sem mega þakka fyrir að vera ekki nema einu marki undir hér í hálfleik en komum aftur með seinni hálfleikinni eftir smá stund.